Ingólfur Gíslason ekki að fara að kenna neinum nokkurn skapaðan hlut umhyggju. Ég vil ekki aðeins svona minnist einu orði á umhyggju í samhengi við það hvernig hann horfir á samfélagið og hvernig hann telur að börn ættu að vera innrætt í það að við horfa á umhyggju sem forsendu til velmegunar. Ég tel að umhyggja fyrir samfélaginu sé gríðarlega mikilvæg. En þessi maður á ekki að koma nálægt í. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 7. ágúst og árið er 2025. Þessi þáttur eru í boði Alvörubón, Poulsen, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is og Happy Hydrate. Nú, ég vona eins og í gær að þið hafið það gott, eins og hlustendur mínir vita núna. Þá var ég að taka upp í gær og ég ætlaði ekki að taka upp í dag. En ég einhvern veginn gat ekki setið á mér og nú hefur komið upp svo staða að raunveruleiki sem að eyðilagði akademískt frelsi í Bandaríkjunum hefur einhverju leyti komið hingað og það er svona spurning hvernig við bregðumst við þeim aðstæðum. Það er sem sagt það sem ég er að tala er mál sem að kom upp í gær þegar að Gylfi Zoëga flutti inn fræðimanninn Gil S. Epstein sem er sem sagt ætlað að koma hingað og tala gervigreind að einhverju leyti. Ég er ekki alveg búinn að setja mig inn í nákvæmlega hvað erindið var, en ástæðan fyrir því að mig langar að ræða þetta er að það er annar háskólaprófessor, eða ekki prófessor, hann er aðjúnkt og einhverjum ótrúlegum ástæðum er hann að kenna við Háskóla Íslands sem að veldur svona, já, að mínum að sjálfkrafa ákveðnum áhyggjum á því hvers konar standard við setjum á akademíuna hérlendis. En hann sem sagt stóð fyrir eða tók allavega þátt í og gerði mikið úr mótmælum gegn þessum Gil S. Epstein og ástæðan er einfaldlega sú að hann er frá Ísrael og við erum sem sagt komin á þann stað að þjóðerni er farið að vera ákveðin breyta í því hvers konar mat við setjum á það hverjir megi tala á íslenskri grundu og í íslenskum háskólum. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem við höfum séð í Bandaríkjunum, við höfum séð í Bretlandi, við höfum séð einhverju leyti annars staðar í Norðurlöndunum, Danmörku man ég eftir einhverjum málum. En nú er þetta komið hingað, 10 árum eftir að allir eru búin að gera sér grein fyrir því að þetta veldur bara því að akademían grefur undan eigin frelsi og sýnir ótrúlega meðvirkni gagnvart fasískum tilburðum ideológa eða sem sagt bara einhverja hugmyndasnauðara fasista, svo ég tala nú bara hreint út. Og það er einhverju leyti, þá er þetta komið hingað núna og við ætlum að fara að beita keimlíkum vinnubrögðum gagnvart þeim sem að okkur þykir hafa rangar skoðanir eða styðjast við röng sjónarmið og þetta er sem sagt hann Ingólfur Gíslason sem er eins og ég var að nefna aðjúnkt við Háskóla Íslands á menntavísindasviði. Ég fór aðeins að kafa ofan í þennan mann og sem sagt komst að því að hann, ef ég er að skilja þetta rétt, kláraði á sviði menntunar og margbreytileika. Þannig að þá gæti ég svona lagt saman 2 og 2 að gert mig grein fyrir því að þetta væri ekki raunverulegur fræðimaður og ég það sem ég langar til að gera í dag, þetta breytti svolítið. Ég fór og ætlaði að gera þátt bara sem sagt slaufunarmenningu og hvaða áhrif hún hefur haft í Bandaríkjunum. Þetta er málefni sem ég hef fjallað áður, ég hef rætt oft áður hvernig og hvaða áhrif slaufunarmenning hefur sérstaklega innan akademískra stofnana. Og þetta er náttúrulega eina ástæðan fyrir því ég held að Trump hafi átt mjög greiða leið tilbaka í Hvíta húsið, reyndar bæði þegar hann tók við fyrra embætti sínu 2016 en líka núna við seinna kjörtímabili. En ég ákvað að breyta aðeins stefnu út af því að það sem var ákveðið lán í óláni var að ég held að ég sé búinn að finna rót þess af hverju ungum krökkum gengur svona hræðilega í skóla og ég held að það sé út af fólki eins og Ingólfi en ég ætla að koma inn á það bara núna eftir smá, bara rétt svo við klárum þetta mál þessi mótmæli. Þannig að
ég held að hafi verið mætta kannski 8 eða til 10 manns til þess að hlusta á Gil S. Epstein. Ég fylgist ágætlega með og ég vissi ekki að þessi ísraelski fræðimaður væri að fara að halda erindi hérna. En það mættu svo 20 mótmælendur til þess að mótmæla því að Gil S. Epstein væri að halda hann fyrirlestur. Og eina ástæðan fyrir því að nokkur maður veit hver Gil S. Epstein núna út af þessu mótmælum. Þannig að núna hefur þessi Ingólfur Gíslason bæði valdið því að þessi Gil S. Epstein miklu frægar á Íslandi heldur hann hefði nokkuð tíman verið ef hann hefði haldið þennan fyrirlestur. Hann búinn að grafa undan tjáningafrelsi og akademisk frelsi annars kennara og við náttúrulega eftir að sjá hvaða viðbrögð koma frá Háskóla Íslands og líka þá hefur þetta valdið því að allir sem voru studdu við málstað Palestínu og Ingólfur segir að gera þetta í nafni þess að berjast fyrir hagsmunum Palestínu. Eina sem þetta gerir að þeir sem voru sammála honum fyrir það hversu alvarlegt þetta í málefni Palestínu sem ég reyndar sammála honum eina sem hann gerir að grafa undan þeim málstað og þetta bara nákvæmlega þetta hérna. All you were doing is saying, don't forget about me today. Lots of crazy distractions in the news right now, but don't forget how sad I am. Those people are worthless and they deserve to be made fun of. Þú veist, þetta eina sem eiga sér stað. Hann bara að vekja athygli á sjálfum sér. Og þetta snýst ekkert það að berjast fyrir hagsmunum Palestínu. Þetta snýst ekkert það að vera að vekja athygli á því að Ísraelsmenn séu að halda fyrirlestur sem enginn vissi hver var til að byrja með. Hann bara að segja horfið á mig og sjáu hvað ég góð manneskja. Auðvitað eru hræðilegir hlutir að gerast, en bara ekki gleyma mér, ég rosa góð manneskja. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og það náttúrulega það sem þetta En ég ætla ekki að dvelja mikið lengur við þessi mótmæli. Ég reyndar skrifaði færslu, ég sagði að ef þessi kennari verður ekki rekinn að þá HÍ að setja sig í ruslflokk. Og nú hann náttúrulega opinber starfsmaður, ég veit ekki hvernig það út af því að aðjunkt fær einhvers konar, hann kennir skyldu áfanga Þannig ég veit ekki hvernig það með kennara sem eru aðjunkt, hvort þeir séu fastaráðnir eða ekki, eða hvort þeir séu aðalega bundnir við það að fá greitt í samræmi við það hversu marga áfanga eða margar einingar þeir kenna. Ég bara bókstaflega veit það ekki, en hann náttúrulega opinber starfsmaður, þannig að ég ætla bara rétt að vona að hann verði í það minnsta ámyndur, út af því að þannig til dæmis. Og svo ég komi nú líka inn á það að þetta náttúrulega sama og búið að vera að gerast í Bandaríkjunum í samhengi við að það einhverja fræðigreinar sem að telja sig vera fræði og vinna algjörlega eftir óvísindalegum vinnubrögðum sem eru svo að fara að smitast yfir í alvöru vísindi og alvöru fræðigreinar eins og hagfræði. Þar sem að við erum með Gylfa Zoëga sem hefur aðalega haft áhyggjur af því hvers konar áhrif ójöfnuður hefur í samfélaginu og var að tala mikið ójöfnuði kringum COVID og vekja athygli á því. Þannig að það ekki eins og þetta sé einhver hægri maður En já, hann þannig að heyja að alvöru vísindagreinum og alvöru fræðigreinum. Þannig að þarna einhver gervifræðimaður sem aðalega bara í því að vilja mála sig upp sem góða mannesku að vega að akademísku frelsi raunverulegra vísindagreina. Og hvað finnst okkur það? Og við já, nei, þetta nú bara ekkert mál með hann bara að nýta sitt tjáningafrelsi. Og svo myndi einhver segja eins og Björn Leví hann skautaði aðeins á mig sem mjög stendar ágætt. Hann sagði að ég vissi ekki að þú var hann woke, sem endar frekar góðu punktur út af því að af hverju ég að tala að það ætti að slaufa þessum manni fyrir það að vera að slaufa öðrum manni. Og ástæðan fyrir því að ég tel að hann ætti að vera ámyndur eða jafnvel vikið úr starfi út af því að þetta ekki
Það snýst ekki það að ég vilji slaufa honum út af skoðunum hans. Hann með ömurlegar skoðanir, en ég vil ekki slaufa honum út af skoðunum hans. Ég vil slaufa honum út af því að þetta eins og læknir sem að myndi vísvitandi valda sjúklingi skaða. Þetta snýst það að þannig ertu með mann sem að vega að akademísku frelsi annars, sem eina sem að akademían byggir á. Það að hafa frelsi til þess að spyrja spurninga tiltekið málefni og vekja athygli á því sem að betur mætti fara, mati fræðanna og gera rannsóknir. En ef að fólk að valda því að rannsóknir eða erindi eða einhvers konar athuganir innan akademískra ramma sé þakkað niður, að þá þetta bara eins og læknir sem að veldur öðrum skaða. Og myndi ég telja það að læknir sem að vísvitandi veldur sjúklingi skaða ætti að vera vikið úr starfi? Að sjálfsögðu. Og það svonlega sem ég horfa á þetta. Ég horfa á þetta þannig að þannig maður sem að vega akademísku frelsi með vísan til einhverja gervivísinda sem hann að einbeita sér í einhver svona margbreytileika dellufræðum, að vega að alvöru vísindum. Þetta að mínum mati grafalvarlegt. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og við ættum að horfa á þetta þannig, út af því að þetta hefur valdið akademísku stofnunum í Bandaríkjunum, Bretlandi og annars staðar gríðarlegum skaða. Alveg gríðarlegum. Við erum með Nicholas Christakis, við erum með Giannis Fiamengo, með fullt af fleirum sem ég nenni ekki að vera að tala og þetta vindur alltaf upp á sig. Þetta byrjaði alltaf með, ég veit ekki hvort ég muni eftir Milo Yiannopoulos sem var að flytja svona erindi, hann var ekki akademísk heldur svona YouTube pundit, bara svona kannski eins og ég, og það var verið að slaufa honum fyrir það að halda erindi. Ben Shapiro, og það var líka rosalega mikið öryggisgæslu sem þurfti í kjölfar þess. Svo erum við með aðra fræðimenn eins og Charles Murray sem skrifaði náttúrulega Bell Curve og var að flytja erindi einhvers konar allt öðruvísi hluti, og það var ráðist á aðstoðarmann hans, ef ég er að minna þetta rétt. Þannig að það eru fullt af svona dæmum, en eins og segi, þetta vindur alltaf upp á sig, endar alltaf náttúrulega með ofbeldi, og svo að þetta sé alltaf fólki sem að tala umburðarlyndi og umhyggju og alúð og ást og þetta dót gagnvart öllum öðrum, en eru náttúrulega langmestu fasistanir. Þetta svona umburðarlyndis fasismi eins og ég hef talað um. En já, svo sagt, ég skil ekki hvernig við getum verið að fara á þessa braut. En það sem var lán í óláni að þegar ég var að fara að tala um hennan þátt, eða sem sagt að gera hennan þátt, að þá fór ég að kafa betur ofan í hennan Ingólf Gíslason, og hann sem sagt kennir skyldu áfanga í HÍ sem að heitir stærðfræði menntun, og þetta á menntavísindasviði og deild faggreina kennslu, sem að þýðir það að hann að undirbúa kennara í það að gerast kennarar. Það að segja að hann að kenna upprennandi kennurum sem að munu svo koma til með að kenna mínum börnum stærðfræði. Og þannig ertu með þess að skyldu áfanga sem að hann hann kennir líka aðra áfanga. Þetta staðnám eða fjarnám með rauntíma þáttöku á netfundum og staðlótum. Þetta bara svona frekar áhugavert. Það sem að ég samt þegar ég fór aðeins að skoða þetta hjá honum, og þetta SNU 401F, stærðfræði menntun, og námsmatið stendur ekkert það, en aftur á móti raki augun í það að lokaprófið munnlegt, og það þótti mér áhugavert. Mér þótti áhugavert að kennarar sem væru að fara að kenna öðrum krökkum þyrftu ekki að þreyta einhvers konar stærðfræðipróf til þess að sýna fram á að þeir gætu kennt stærðfræði, en að þannig kemur fram að þetta próf munnlegt. Þannig að ég fór að skoða þessu námskeiðislýsinguna, og hann talar þannig að þú ætti að kynnast frekar nokkurum helstu kenningum í stærðfræðimenntun og rannsóknum á stærðfræðinámi og kennslu, fjallaður stærðfræðikennslu í skólum, nám einstaklinga og samfélagsleg hlutverk stærðfræði og stærðfræðináms, sem ég skil ekki alveg hvað hvert samfélagslegt hlutverk. Þetta svona svolítið einkennileg
einkennilega orðað, en ég svo sem, þú veist, það kannski ekkert sérstakt. Nemar dýpka einnig skilning sinn á stærðfræði og stærðfræðinámi með því að fást við stærðfræðiverkefni og aðlögun og þróun stærðfræðiverkefna fyrir nemendur í grunn- og framhaldsskóla. Lögð áhersla á það hvernig kennarar geta nýtt sér fræði til þess að skipuleggja og útfæra stærðfræðikennslu fyrir alla sem byggir á umhyggju fyrir stærðfræðinámi. Og þannig þetta orð umhyggju fyrir stærðfræðinámi og þetta það sem að hann nýtir svo í sem ég get ekki betur séð en að lokaverkefni hans í doktorsnámi. Og ég ætla reyndar að koma aðeins betur inn á doktorsnámið hans eftir örlitla stund. Ég ætla að klára að skoða það sem að hæfnisviðmið á þessu námskeiði, þessari stærðfræði menntun sem þetta skyldu námskeið fyrir kennara. Og við lok námskeið geti nemandi greint og fjallað á gagnrýninn hátt markmið og útfærslu á stærðfræðinámi og kennslu á fræðilegum grunni. Og hérna kemur það. Fjallað jafnrétti og inngildingu í stærðfræðinámi og hvernig kennari getur skipulagt námsumhverfi sem styður við stærðfræðinám allra nemenda. Og þarna var ég bara auðvitað hann að byggja það á því að helstu forsendur fyrir því að kennarar geti kennt öðrum nemendum, kennti nemendum segi ég. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Auðvitað byggir það á því að hann vera inngilda og einhver svona margbreytileika dæmi Út af því að hann varði sem sagt doktorsritgerðina sína 7. mars 2023 og þá stendur Ingólfur Gíslason ver doktorsritgerðina sína í menntavísindasviðum við deild menntunar og margbreytileika. Og ég fór, þú veist, þannig allt í einu fór svona að rifast upp fyrir mig bara, heyrðu, ok, já, PISA-kannanir eru algjörlega í skítnum. Okkur gengur verr og verr í öllu sem viðkemur stærðfræði, okkur gengur verr og verr í öllu sem viðkemur lestri og öðru. Og það var, ég rætti þetta áður þegar ég rætt við Hermund, Jón Pétur og aðra sem eru á sem sagt þessu sviði að reyna að bæta úr því hvernig börnum vegnar í grunnskóla og framhaldsskólanámi. Og ég hef alltaf verið að tala hvað rótin, hvað flöskuhálsinn. Þetta ekki kennarar, ekkert eitthvað lélegir, það ekki eins og kennarar hafi ekki vilja til þess að kenna börnum að gera betur og fleira þar fram eftir göttunum. Hvað rótin? Og ég held að rótin liggi allavega hvað var það stærðfræði, svolítið hjá Ingólfi Gíslasyni og öðrum sem eru svona áþekkir og með áþekkar áherslur og hann. Og ég sem sagt ákvað að lesa þessa doktorsritgerð og ég ætla reyndar að láta það fylgja að ég gerði mér ekki fyllilega grein fyrir því hvort þetta væri doktorsritgerð út af því að þetta sem sagt, ok, það stendur að hann varði sína doktorsritgerð og doktorsritgerðin heitir merkingarsköpun nemenda í stærðfræði í framhaldsskóla með kennara sem leggur áherslu á samræður og notkun tölvutækni. Þetta náttúrulega eitthvað sem að Jón Pétur hefur haft miklar áhyggjur af það þessi stanslausa þráhyggja tölvutækni út af því að þá ertu komið með spjaldtölvur og annað einhvern veginn til þess að bæta námið. En þannig hann sem sagt að færa rök fyrir því að það að vera meiri einhvern svona tækninýjungar og eitthvað þannig sem að byggja upp grunn nemenda til þess að takast á við stærðfræði. Og þetta einmitt það sem að Jón Pétur hefur sagt að það mjög margir kennarar sem hafa einhvern veginn fjárfest í því að fara óhefðbundnar leiðir til þess að nýta tölvutækni og annað til þess að bæta stærðfræðikunnáttu nemenda. En svo hefur það bara sýnt fram á að það bara leiðir ekki til neins góðs. Við erum ekki að sjá neinn bættan árangur og af hverju það? Það kannski út af því að maðurinn sem að kennir stærðfræðimenntun á menntavísindasviði Háskóla Íslands sem svona grunnu þess að verða kennari að kenna fólki bara einhverja dellu hugmyndir það hvernig sé best að kenna stærðfræði. Ég veit ekki, ég ekkert eitthvað frábær í stærðfræði og ég ætla ekki að leggja mat á það sérstaklega en aftur á móti þá hef ég áhyggjur af því
að þetta sé reyndin, en það kannski aðrir sem eru betur til þess fallnir að meta það út frá svona starffræði þekkingu. En ég fór að skoða önnur verk hans Ingólfs sem eru svona ritrýndar greinar sem hann hefur skrifað, og ein af þeim sem sagt prófadrifin kennsla og umhyggja fyrir starffræðinámi sem kemur út hérna 31. desember 2023, stuttu eftir hann klárar sína doktorsgráðu, og þar finnst mér við ná svolítið skýrri mynd af því sem ég tel vera að í öllu sem við kemur starffræðinámi grunnskólakennara, út af því að hann talar hérna heitir þess að prófadrifin kennsla og umhyggja fyrir starffræðinámi, og í abstraktinu skrifar hann sem sagt, eða svona bakgrunni skrifar hann: í íslensku framhaldsskólum taka nemendur iðulega mörg próf í sínum starffræði áfengum, bæði hluta og lokapróf, auk þess sem þeir skila verkefnum sem gilda til lokaeinkunnar. Nemendur og kennarar eru mjög oft uppteknir af þessu prófahaldi. Nemendur hafa áhyggjur af árangri sínum á prófum og kennarar verja miklum tíma í að undirbúa og fara yfir próf. Ég ræði og greini slíka prófadrifna starffræðikennslu frá heimspekilegu sjónarmiði sem nefnist umhyggja fyrir starffræðinámi. Það sjónarhorn byggir á því að leiða saman hugmyndir starffræðikennslu sem umhyggju fyrir nemendum og umhyggju fyrir starffræði, auk umhyggju fyrir auk umhyggju fyrir starffræðinámi. Markmið rannsóknarinnar að setja fram og nota slíkt siðferðislegt sjónarhorn til að gagnrýna námsvenjur starffræðikennslu. Og hann heldur áfram hérna: ég set fram og túlka 8 stuttar atvikasögur úr eigin starffræðikennslu í íslenskum framhaldsskólum sem tengjast prófum og einkunnagjöf. Eru þetta vísindi? Að taka viðtal við sjálfan sig og meta einhvern veginn eigin reynslu? Þannig að við erum að tala um það, þetta ritrýnd grein sem birtist í tímariti, og hann, út af því ég var að tala um hérna akademískt frelsi áðan, og hvers konar viðhorfi höfum gagnvart akademísku frelsi annarra kennara, og hvernig hann náttúrulega, hvers konar viðhorfi þessi Ingólfur Gíslason hefur gagnvart akademísku frelsi annarra. Þannig hann bókstaflega að ég set fram og túlka 8 stuttar atvikasögur úr eigin starffræðikennslu. Og þetta ritrýnd grein? Hvað erum við að tala um? Þetta ekki vísindi, það ekki, það er munur á eiginlegum og megindlegum rannsóknum. Það hefur verið fært rök fyrir því að eiginlega rannsóknir sem eru sem sagt svona atvikasögur eða sögur þar sem að þú tekur lítið þýði og svona, það heitir djúpgreining, þá fer djúpgreiningu á viðfangsefninu og reynir til dæmis að skoða það hvaða forsendur liggja baki því að ákveðin manneskja sé komin á ákveðin stað eða einhvers konar samfélagslegt meinir að eiga sér stað, og þannig getur við til dæmis það mjög oft til dæmis ef það verið að taka upplifun vændiskvenna, þú ferð ekki og dreifir skoðanakönnun til vændiskvenna og spyrð þær þeirra veruleika. Heldur betur að nota eiginlega rannsóknir þar sem þú tekur djúp viðtöl við viðfangsefnið sem vændiskonur í þessu tilviki, út af því að það ekki hægt að nota meginlega rannsóknir til þess að fá einhverja niðurstöðu um það. Aftur á móti þegar þú ert með kjósenda þáttöku eða kjósenda hegðun, þá notar meginlega rannsóknir þar sem þú ert með stórt þýði, kannski 4.000 manns, þar sem þú tekur hús á því hvers konar viðhorf þau hafa gagnvart ákveðnum flokkum, hvers konar viðhorf þau hafa gagnvart ákveðnum sjónarmiðum, samfélagsmálum og einhverju þannig. Það er svona munurinn á eiginlegum og meginlegum rannsóknum. En þannig ertu bókstaflega með mann sem að ekki að nota, eða þannig að nota einhvers konar eiginlega aðferð gerir ráð fyrir, þar sem hann með einhvers konar rannsókn af því hvernig hann sjálfur horfir á eigin upplifun af því að hafa verið í framhaldsskóla að kenna starffræði, og ætlar svo að fara, út af því að náttúrulega rannsóknir eiga að bæta þekkingu og fagþekkingu í þessu tilviki, og við ætlum að fara að nota rannsóknir frá Háskóla Íslands til þess í þessu tilviki að bæta kennsluhætti með því að einhver einn aðili tekur viðtal við sjálfan sig og birtir það í vísindagrein. Og hérna til dæmis, hann fjallar mikið, aðalgrunnurinn í þessu er sem sagt starffræði með umhyggju, eða umhyggja fyrir starffræði eins og hann kallar það.
Og ég ætla bara, sko, hann nefnir hérna á einum stað þar sem að titillinn á millikaflanum umhyggja. Grundvallar hugtök greinarinnar umhyggja og umhyggjutengsl. Í greiningunni minni styðst ég fyrst og fremst við orðræðuhefð umhyggju siðfræði, care ethics, relational ethics, sem má rekja til femínískra heimspekinga í Bandaríkjunum sem gera þessi hugtök að meginatriði en líka skrif nokkurra stærðfræði mentafræðinga sem fjalla hafa umhyggju í stærðfræðikennslu. Og ég bara einhvern veginn var gáttaður að því að lesa þetta og ég las þessa grein í heild sinni og ég ætla að lesa fyrir ykkur nokkra búta sem ég búinn að taka niður. Hann sem sagt birtir þannig sögur sjálfan sig, hann að taka viðtal við sjálfan sig sem hann alltaf svo að nota í akademískum og hugsa ykkur líka sko að það eru aðrar fræðigreinar að fara að nýta þetta sem ritrýnda heimild. Einhver guffi að taka viðtal við sjálfan sig og birta það í grein og þetta verður svo nýtt sem ritrýnd heimild í annars konar ritrýnda greinar. Það að segja, innan akademísku umhverfinu á menntavísindasviði á Íslandi einhver maður sem að taka viðtal við sjálfan sig og tala umhyggju fyrir stærðfræði og yfirfæra það yfir á raunveruleikann. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og er ein saga sem að mér þótti engar áhugaverð. Þetta er saga 5 og heitir Hvernig eiga einkunnir að dreifast og hann sem sagt með tvær sögur gerir ráð fyrir. Það er sagt A. Á kennarafundi var talað einkunnadreifingu í eðlisfræði og hvernig ár hún væri óeðlileg. Það hefðu of margir fengið of háa einkunn og að dreifingin væri skökk. Það þurfa að skoða þetta mál. Svo B. Við yfirferð prófs var beðið að ákvarða endanlegan stigafjölda fyrir tiltekin verkefni til að sjá hvað myndi henta til að fá eðlilega meðalengun. Og þannig segir þessi Ingólfur, nú ég að vitna beint í þetta. Þessar sögur sýna hvernig prófaengunir eru notaðar til að aðgreina og flokka nemendur. Þú veist, maður heyrir bara þessa marxísku aðgreina nemendur. Hugsa ykkur sko, ef ég fæ einhver að skýta engun, þá það bara á mér. Það ekkert átt við eitthvað hvernig ég set mig í samhengi við aðra. Þá þarf ég kannski bara að standa mig betur, en ok. Fyrir mér voru þessi atvik engum til að styðja þá tilfinningu mína, þú veist, náttúrulega einhver vísindi, sko, þetta á að heita vísindi, en byggir greinilega á tilfinningum hans og sögum hans við viðtöl hans við sjálfan sig, ok. Fyrir mér voru þessi atvik engum til að styðja þá tilfinningu mína að allt tal próf snerist að meta þekkingu nemenda væri ætt við yfirvarp til að fela raunverulegt hlutverk þeirra. Þau eru dæmi orðaræði þar sem flokkunin birtist sem það mikilvægasta við próf, umfram til dæmis að veita upplýsingar þekkingu nemenda eða sem hugsanlega þátt í að sýna umhyggju fyrir námi tiltekinna greina. Hann var sko aðtvið það að hann að segja að hann hefur ágjör, ég reyndar sko í sammálunum að við náttúrulega vera með upplýsingar þekkingu nemenda og prófir kannski geta alltaf best í það, en svo aftur á móti fær hann líka rauk fyrir því að sko helstu áhyggjunar fyrir því að hann hefur, helstu áhyggjur hans séu að það sé ekki verið að sýna nægja mikla umhyggju fyrir stærðfræðinu og umhyggju fyrir samfélaginu. Og svo heldur hann áfram. Það að búa til einkunnir til þess að fá út fyrirfram gefnar tölfræði stærðir snýst að viðhalda skipta gildi einkunna. Þessar sögur lýsa því orðaræðu íhaldsamrar umhyggju fyrir samfélaginu þar sem að nemendur eru smættaðir niður í sinn flokk miðað við hina, innan sama hóps og í samanburði við fyrri nemendahópa. Hinn opna námsmatsspurning sem kennar getur spurt ef þeir hefðu einlægan áhuga, þetta bara eins og einhver svona bloggfærsla sko. Hvernig skilur þú námsefnið? Vís fjarri. Orðaræðan og athafnir sem sögurnar lýsa draga úr gildi prófa sem samskipta leiðar. Við ætlum að meta þig en við ætlum ekki að segja þér hvernig við förum að því, getur kennarar sagt nemendum. Þú færð eitt tækifæri og við ætlum að alhæfa þig út frá því.
En við kennarar segjum þetta reyndar ekki, vegna þess að það myndi grafa undan þeirri hugmynd að próf séu hlutlæg og marktæk. Ég sé þessa sögu, hann er að taka viðtal við sjálfan sig sko. Ég sé þessa sögu líka til marks brot á trausti og þar með að draga úr mögulegum umhyggjutengslum. Við erum að tala umhyggju í stærðfræði sko. Nemendur geta ekki treyst því að einkunnagjöfin sé hugsuð til þess að mæta þeirra þörfum, því hún er það ekki í þessum tilfellum. Notagildi námsgreina og fræða er utan við umræðina sem lýst í þessari sögu. Það sem öllu máli skiptir er að viðhalda ásýnd einkunnakerfisins og gangverki skipta gildisins. Þú veist, við erum að tala það að hann sem sagt að færa einlæglega rök fyrir því að próf sé einhver fasísk leið til þess að skipta fólki upp í flokka og alhæfa það alla tíð. Allir sem að vita eitthvað nám og hafa átt erfitt í námi, ég stóð mig ekki vel í námi til þess að í framhaldsskóla, en ég gerði mér alveg grein fyrir því að það skrifaðist á mig að ég var ekki að leggja mig nægilega mikið fram og það er kannski alltaf lægi og það er alveg hægt að færa rök fyrir því, já, af hverju gengur drengjum svona miklu verr, er það út af því að þeir kannski ekki að fá nákvæmlega þá kennslu sem að hentar best fyrir stráka út af einhverju sem varðar þeirra DNA eða hvernig þeir best taka við upplýsingum, ég veit það ekki, en þannig hann náttúrulega bara að tala einhvers konar svona margbreytilega umhyggju stærðfræði sem að náttúrulega svo víðsfjarrið því að við séum að fara að bæta stærðfræðikunnáttu nemenda. Og eins og athugið það líka, ég líka að setja í samhengi við það, af hverju verða PISA-kannir verri og verri? Er það kannski út af því að við erum að tala fyrir einhverju dellu eins og umhyggju stærðfræði þar sem sá sem er að fara að kenna þeim sem að kenna síðan börnum stærðfræði er að taka viðtal við sjálfan sig með 8 sögum sjálfan sig þar sem hann er að yfirfara þetta yfir raunveruleikann í ritrýndri akademískri grein. Hlaðvarpið er í samstarfi við Fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á Fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á Fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur Fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og hann sem sagt skrifar líka í umræða og lokaorð sem hann talar sem sagt það hvers konar niðurstöður þessi fræðigreinatvið hefur í rauninni sýnt fram á. Og hann skrifar í umræðum og lokaorð. Áhersla mín er að skoða prófadrifna kennslu út frá tilteknu siðferðislegu sjónarmiði og tilteknum gildum sem fela meðalennis í sér tiltekna samfélags sín. Þarna er hann að svipta huluna af sér Með þessari nálgun fæst þannig hluti af mynd af hvernig er að vera kennari í hárri upplausn. Hún dregur fram og gefur innsýn í sumar mikilvægar siðferðislegar spurningar sem kennari svarar óhjákvæmilega í starfi sínu, hvort sem hann veltir þeim fyrir sér eða ekki. Hún dregur einnig fram forsendur sem kennari gengur út frá eða ekki í sínu starfi og gefur tilefni til ígrundunar þær og aðrir geta speglað sig í minni greiningu. Þannig að hans akademíska framlag er það að reyna að fá mögulega einhverja til þess að spegla sig í sinni greiningu. Þannig að þetta er miklu meira bloggfærsla þrátt fyrir það að vera ritrýnd heimild til þess sem að verður síðan nýtt seinna. Og svo er haldið áfram, þetta er ennþá í umræðukaflunum. Samkvæmt kenningum umhyggjusauðfræði Noddings er næsta skref í ferlinu eftir að ég sem umhyggjugjafi hefur reynt að skilja þarfir nemenda að ég finni að það togi í mig að uppfylla þarfinnar og því næst að bregðast við til að reyna að mæta lögmætum þörfum og reyna að rækta umhyggjutengslin. Gaur, þú átt að kenna stærðfræði. Ég vil læra stærðfræði. Ég skal kenna barninu mínu umhyggju.
og sú umhyggja verður ekki bundin við það að það er að öskra niður alla sem að ég er ósammála eða sérstaklega bundið við kynþátt. Þú veist, ef að þú ætlar að fara að kenna einhverjum umhyggju, byrjaðu bara sjálfum þér. Ég ætla ekki að láta barnið mitt fara í skóla þar sem að þú ert búin að vera hafa fyrir þeim kennurum sem að munu koma til með að kenna barninu mínu að þín umhyggja sé eitthvað sem að eigi að vera yfirfærið yfir á samfélagið. Ég held bara að þín umhyggja sé bara ömurleg. Þú átt að kenna stærðfræði. Þú átt ekki að vera, sko, í fyrsta lagi, ég veit ekki hvernig hann er í stærðfræði, hann er örugglega fínn í stærðfræði, en í samvætti við umhyggju þá hefur hann ekki hundsvit á neinu, út af því að hann hefur ekki umhyggjan hans nær ekki lengra en það að hann ætlar að þagga niður alla sem er ósammála. En allavega, hann þurfum að reyna að rækta umhyggjutengslin. Hér er nokkur vandi því það fylgir ekki alltaf sögunum hvað gerðist í framhaldinu og til lengri tíma. Það skrifa fræðilega ritgerð og getur alveg haft hann aðeins lengri, hún er 23 blaðsíður. Þó er ljóst að ég hef fundið til löngunar að mæta þörfum nemenda. Nú verður þetta litið creepy, sko. Því þetta eru allt atvik sem fengum mig til að skrásýta þau og brjóta heilan hvað ég geti gert til bóta. Viðbrögð mín til dæmis voru að viðurkenna áhyggjur og viðbrögð nemenda, útskýra tilgang verkefna og endurskoða einkunnir að einhverju leyti til marks tilraunir til að mæta þörfum og rækta umhyggjutengslin. Er hann að endurskoða einkunnir að einhverju leyti til marks tilraunir til að mæta þörfum og rækta umhyggjutengslin? Ég nægis ekki, sko. Og svo, þú veist, hann heldur áfram í sögum 5 og 6 koma fram áhyggjur annara kennara en mín, í sögum 5 og 6 koma fram áhyggjur annara kennara en mín af að uppfylla, þetta stendur svona í alvörunni. Í sögum 5 og 6 koma fram áhyggjur annara kennara en mín af að uppfylla kröfur skólakerfisins og samfélagsins mælanlegan árangur af kennslunni á þann hátt við hver og einn fái réttmæta einkunn sem nota megi til að ákvarða innbyrðis röð og framtíðar nemenda. Markmið þessara greinar er ekki að leggja til neinar ákveðna breytingar, heldur að hvetja til ígrundunar. Það er mikilvægt að túlka heiminn áður en við breytum honum. Hann er náttúrulega að þannig að koma Jesú-komplexin inn, sko, hann er náttúrulega að fara að breyta heiminum með einhverju ritrýndri bloggfærslu viðtöl hans við sjálfan sig. Viljum við samfélagið raunverulegt jafnrétti til náms? Viljum við mismuna fólki eftir gengi á prófum, ítrekkað, sjaldan eða aldrei? Í mínum huga þarf að taka hugmyndir róttæka inngildingu til skoðunar þar sem allar manneskjur hafa rétt til náms sem er óháð fyrri einkunnum. Eins og ég sé það, og hann heldur áfram aðeins neðar, eins og ég sé það, þá ber það ekki, þetta er loka, og ég ætla að lesa líka loka klausuna. Sífelld einkunnagjöf í skólum er þannig birtingamenn þess hvernig samfélagið okkar beitir fólk ögun í þágu markmiða eins og hagkvæmni og hagsældar. Slík agakerfi ganga oft út á talningar og mælingar og hafa yfirbragð hlutlægni. Þannig gangist nemendur inn á að markmið þeirra í skólanum sé að fá sem hæstar einkunnir. Í ljósi skiptagildis þeirra, hugsaðu ykkur orðið, og að það sé sjálfsagt og eðlilegt ef ekki nauðsynlegt að opna sé og lokað fyrir möguleika fólks í lífinu og því raðað í virðingastiga eftir mælikvarða. Þú veist, hann er bara á einhverju vegferð, sko. Og veist, hans hlutverk til þess að bæta kennara í því hvernig þeir geta kennt stærðfræði er ekki hvernig þú færð kennaran best til þess að kenna stærðfræði, heldur í einhverju svona jöfnunartilgangi. Það er að segja að allir sem að læra stærðfræði hjá viðkomandi nemenda verði annarkvort jafn góðir eða jafn lélegir, og jafn lélegir náttúrulega ef að öll er á botnin hvolft. Eins og ég sé það, þetta eru loka orðin í ritgerðinni. Eins og ég sé það, þá ber það ekki vott mikla umhyggju fyrir samfélaginu sem heild. Þannig að eins og þið sjáið, og eins og ég var að segja, snýst ekkert það að gera betri stærðfræðikennara. Og þetta er skyldu áfangi sem heitir stærðfræði menntun. Og ég reyndar fór að skoða fleiri námskeið sem hann kennir, og reyndar flest af þeim eru náttúrulega ekki kennd í dag. Fjölbreytileg nálgun á stærðfræðikennslu, hagnýtt stærðfræði, námakennslu, stærðfræðimenntun, stærðfræði grunnskóla, reiknihugsun og læra og kenna stærðfræði og rannsóknir á sviði stærðfræðimenntunar. Þannig að hann er rosalega mikið í þessu svona stærðfræði mengi.
En rannsóknir hans virðast ekki að neinu leyti byggja á því hvers konar eða hvernig bæta megi stærðfræðikennslu, byggist ekkert á því hvernig bæta megi hag nemenda sem að síðan þessi kennari sem hann er að kenna mun njóta góðs af. Þannig að og svo við færum þetta aftur yfir, þú veist, hann er náttúrulega stærðfræðikennari við upphaf skólaársins að eyða tíma sínum í stað þess að vera að bæta það hvernig hann ætlar að koma til með að kenna námskeið sem að fara að hefjast núna bráðlega. Þá er hann að eyða tíma sínum og hérna náttúrulega hann er greiddur af skakkgreiðendum, hann er að eyða peningi skakkgreiðenda líka í það að heyja að eða sem sagt að eyðileggja akademískt frelsi annars prófessors. Og Gylfi Zoëga, svo ég nefni hann bara aftur, það er ekki eins og það sé einhver öfga hægri maður. Hann meira þess að sko Gylfi gekk úr skugga það að sem sagt Gil S. Epstein væri að einhverju leyti tengdur við herinn. Þannig að sko Gylfi Zoëga lét það meira þess að sig varða hvort að hann væri nokkuð að koma með til landsins einhver sem að væri í beinum tengslum við hernaðarrekstur Ísraela á Gaza. En þú veist, hér eru við, þú veist, með einhver stærðfræðikennara sem ætlar að fara að keyra umhyggju fyrir, sko hann ætlar ekki að kenna barninu þínu stærðfræði, hann ætlar ekki að sjá til þess að barnið þitt læri stærðfræði, heldur hann ætlar að undirbúa kennara sem er síðan kenna börnum, fyrst og fremst í því að þeir séu að fara að læra einhvers konar umhyggju fyrir samfélaginu og ég skal kenna barninu mínu umhyggju. Ingólfur Gíslason er ekki að fara að kenna neinum nokkurn skapaðan hlut sko umhyggju. Ég vil ekki eins og minnist einu orði á umhyggju í samhengi við það hvernig hann horfir á samfélagið og hvernig hann telur að börn ættu að vera innrætt í það að horfa á umhyggju sem forsendu til velmegunar. Ég tel að umhyggja fyrir samfélaginu sé gríðarlega mikilvæg. En þessi maður á ekki að koma nálægt því. Og það sem er svo magnað, þú veist, þetta er alltaf sama sagan. Þetta er alltaf fólk sem að telur sig hafa einkarétt á umhyggju. Og umhyggja sé aðalega bundin við það að ég sé sammálaður samfélagsmál. Og mér þykir alveg ótrúlegt og ég veit ekki sko hvernig þetta endar með þetta tiltekna mál. En aftur á móti þá held ég að skaðinn sé að einhverju leyti skeður en ég held að HÍ og Silja Bára Ómarsdóttir sem er náttúrulega rektor núna við Háskóla Íslands en ég veit aftur á móti að hún er sympatísk gagnvart sjónarmiðum Ingólfs þannig að ég veit ekki hvort að hún muni koma til með að grípa í taumana á þessu en ég veit það ekki. Þetta er svo ótrúlega sérstakt því að þegar ég fór að skoða þetta mál í kjölinn og fór að skoða það hvernig væri pottinn búið í þessu öllu að þá taldi ég mig náttúrulega að vera bara að fara að gera þátt slaufunarmenningu og það var eina sem ég ætlaði að einbeita mér að. En svo þegar ég fór að skoða þennan Ingólf Gíslason þá var það, ég ætla að segja að þetta var láni óláni út af því ég er náttúrulega eins og flestir hlustendum mínu vita haft miklar áhyggjur af því hvar menntakerfið er og Jón Pétur hefur náttúrulega talað það að það er náttúrulega menntavísindasvið sem að viðheldur ákveðinni bara, halda pottlokinu á en náttúrulega söðan er að koma upp sem betur fer og foreldrarnir munu náttúrulega ekki sætta sig við jafn ömurlega þjónustu og hefur verið veitt af menntavísindasviði núna undanfarin ár. En það er eins og segið, þú veist, PISA-kannanir verða verra og verri, allt verður verra og verra og maður hefur einhvern veginn bara svona, hvað er í gangi? Það eru fullt af kennurum sem standa sig mjög vel en þeir eru ekki bara að fá tólin sem þeir þurfa. Þeir eru bara að fá umhyggju fyrir stærðfræðina, þú ekki að pæla í hvernig þú kennir stærðfræðina. Við pælum í því seinna. Við ætlum að einbeita okkur að umhyggju fyrir stærðfræði og þið eruð í einhverju svona samfélagslegri herferð í því að sko breyta heiminum og þetta eru svo miklu Jesúkomplexar. Út af því að það er ekkert sem að ég tel að ég tel mig ekki eiga að hafa aðgengi að börnum annara til þess að móta þeirra viðhorf gagnvart heiminum. Þú átt að kenna stærðfræði, þú átt ekki að kenna viðhorf til heimsins. Ég veit, þú veist, maður er eiginlega bara orðalaus. En það er eins og segja, þetta er láni óláni að þetta sé komið upp á yfirborðið út af því ég gerði mér ekkert fyllilega grein fyrir því sko hvað var verið að ræða þegar var verið að tala
svona fasíska tilburði menntavísindasviðs. En þarna, kannski þetta toppurinn á einhverjum ísjaki, ég veit það ekki. En ef að þetta viðhorf menntavísindasviðs að vera einhverju svona margbreytileika, fjölbreytileika, svona dellu hugmyndum í það að læra starffræði, þá erum við náttúrulega, einhverju leyti, þá jákvætt að við sjáum, við erum að finna migluna, en það aftur á móti spurning hversu langt hún nær. Þetta náttúrulega bara, maður á ekki til, eins og segi, ég á ekki til orð yfir þessu, en ég ætla að ljúka þessu á út af því að hann Ingólfur segist vera berjast fyrir hagsmunum Palestínumanna að og eins og ég færði rök fyrir áðan að þá náttúrulega eina sem að Ingólfi hefur tekist að gera að minnka stuðning Íslendinga gagnvart þessu, og ég held að það sé sérstaklega vont, og það sérstaklega vont að Palestínumenn hér á landi hafi svona ömurlega talsmenn eins og Ingólf Gíslason til þess að tala fyrir sínum hagsmunum og vekja athygli á hryllilegum atburðum sem eru núna að gerast. Og ég hlustaði á viðtal Trigonometry Konstantin Kissin og Francis Foster við Piers Morgan, og ég ekki alltaf sammála Piers Morgan, en mér langar að ljúka þessu á smá umræðum þetta út af því að ég eiginlega orðin alfarið sammála Piers Morgan það að stríðsrekstur Ísraela fyrir neðan allar hellur, og ég veit alveg að ég get gólað út í tómið það að þetta sé hræðilegt, en ég veit að ég hef engin áhrif á stríðsreksturinn. En aftur á móti þá tel ég og svolítið svona eins og Albert Jónsson sagði líka senast þegar hann var hjá mér, hann reyndar að fara að koma núna aftur á morgun, þá ætlum við að ræða loftslagsmál, en það augljóst að Ísraelar hafa slíka yfirburði að þeir hafa slíka yfirburði og eru í rauninni ekki að nýta sér þá til hagsældar. Piers Morgan bendir á að í Líbanon hafi þeim tekist að útrýma Hezbollah með því að láta einhverja, svona símhringingatæki springa í vasanum þeirra, og drap nú ekki marga, en aftur á móti gerði 3000 Hezbollah stríðsmenn óhæfa til þess að takast á við verkefni. Þannig að Hezbollah bara algjörlega orðið, það bara í mýflugumynd með hvað var bara fyrir ekki svo löngu. Íranir eru náttúrulega í töluvert verri stöðu líka í kjölfar árásar Bandaríkjamanna, svona á reiki hversu mikil áhrif þetta hafði og hvort að kjarnorku áætlun þeirra muni halda áfram eða ekki. En það sem að gerast á Gaza að ég tel, hafandi kynnt mér þess að ég trúi og ég sammála eins og Piers Morgan segir í þessu viðtali, ég kannski tek smá úrklippur í lokin á þessum stutta þætti til þess að ræða það nákvæmlega, en Piers Morgan færir rauk fyrir því að yfirburðirnir eru augljósir en þeir eru ekki að nýta þá sem best, og ég held að þetta sé drifið áfram af svo miklu reiði og hatri að eðlileg sýn einhvern veginn horfin, og hatrið skiljanlegt að náttúrulega 7. október 2003 var algjörlega viðbjóðslegur, og við skulum ekki fara heldur að draga úr því að Ísraelsmenn eru náttúrulega að berjast við jihadista. Þetta ekki eðlilegur her, þetta ekki eðlileg sjónarmið, þetta ekki eins og Rússar í Úkraínu. Rússar þykir vænt sína hagsmuni, þykir vænt sína efnahagslega hagsmuni, þykir vænt allt sem að við kemur svona hlutbundnum hagsmunum. Það að segja að þeir eru náttúrulega að reyna að ná í olíu, þeir eru að reyna að ná í auðlindir, þeir eru að ná í ákveðna hluti, þannig að það mjög ólíklegt að þeir noti til dæmis eins og kjarnavopn, út af því að þeim bara annt það sem að gerast í þessum heimi. En þegar þú ert með jihadista þá það aðalega bundið við það hvað að gerast þarna uppi, það að segja í veröldinni sem að kemur svo í kjölfarið, og raunverulegt hatur á Ísraelsmennum svo mikið að ef að þeir fá tækifæri til þess þá munu þeir útrýma öllum Ísraelsmennum. Það náttúrulega hefur þau áhrif að þínar tilfinningar gagnvart slíkum manneskjum sem að sérstaklega drápu vel yfir 1000 manns. Ég meina, hvernig myndi við bregðast við? Ég held til þess að ef ég væri Palestínumaður þá myndi ég vera alfarið á því að ég myndi hata Ísraelsmenn svo mikið ég væri tilbúin til þess að drepa undir þeim formerki hvers lenskir þeir væru. Og ef ég væri Ísraelsmaður þá væri ég örugglega reiður út í Palestínumenn.
Þannig að einhverju leyti þá þetta bara algjör viðbjörn. Ég trúi engu í þessu narratívstríði. Það bara svo erfitt að trúi. Jafnvel þó að eitthvað sé satt eða ekki satt. Að þá þetta svo sterkt narratívstríð beggja megin að maður á rosalega erfitt með að sko móta sér einhverja afstöðu hér á Íslandi. En aftur á móti þá tel ég með þær forsendur sem að sjá að Ingólfur Gíslason hafi rétt fyrir sér í því að þetta stríð algjörlega óviðunandi og viðbjóðslegt. En sko þessi árás á akademískt frelsi á Íslandi hans, og hann fær náttúrulega einhver flón með sér sem að peppa þetta rosalega mikið, eitthvað, vá, vel gert maður, rosa frábært að einhver gyðingur hérna frá Ísrael sem að reyndar Gylfi Zoëga gekk úr skuggum að væri ekki neitt, hefði ekkert með heyrinn að gera, fekk ekki að flytja fyrirlestur sem hafði ekkert með stríðsrekstur að gera, hafði ekkert með neitt af þess að gera. Það er svo rosalega flott að hann var einhvern veginn þakkaði niður. Einu sem þetta gerir að draga úr stuðningi við Palestínu. Sama gildi náttúrulega við þetta flón sem að skvetti málingu á ljósmyndarann. Það er bara nákvæmlega eins. Man hefur nákvæmlega sömu áhrif. Fólk hatast út í þá Palestínumenn sem fyrir eru hérna og fólk fær algjörlega upp í kok af einhverjum flónum sem að vilja mála sig upp sem góða manneskjur. Þetta snýst enn og aftur, þetta bara þetta hérna. Everyone in the civilized world has roughly agreed, including the majority of Arabs and Jews and the international community, that there should be enough room for two states, for two peoples in the same land. I think we have a rough agreement on that. Why can't we get it? The UN can't get it, the US can't get it, the Quartet can't get it, the PLO can't get it, the Israeli parliament can't get it. Why can't they get it? Because the parties of God have a veto on it, and everybody knows that this is true. Because of the divine promises made about this territory, there will never be peace, there will never be compromise. There will instead be misery, shame, and tyranny, and people will kill each other's children for ancient books and caves and relics. En já, ég eins og segi, ég ætlaði ekki að vera með þátt í dag, en það bara, mér fannst ég bara þurfa að koma þessu frá mér. En ég vona að það verði gott helgina, nóg af efni á hlaðvarpinu Ein pæling á leiðinni, mjög áhugaverðir þættir þó ég segi sjálfur frá. Partus.is/ein pæling ef að þú vilt ekki bara styðja þetta efni, heldur líka að fá þetta efni á undan öllum öðrum og án auglýsinga. Ekkert undan öllum öðrum, viniðinir eru örugglega líka áskrifendur. Þannig að fara inn á partus.is/ein pæling, tryggja ykkur áskrift. Ég ætla að reyna að halda áfram að gera vel við áskrifendur. Áskrifendur mun alltaf hafa það betra heldur en hefðbundnir hlustendur. En svo eins og ég segi, þetta ódýrara heldur en lítill Subway. Þetta jafn dýrt og einn kaffibolli held ég á Starbucks. Þannig að ég reyndar ekkert búinn að taka eftir Starbucks. Ég ennþá í gangi. En Starbucks opnað og ég sá að kaffibollin var, stór kaffibolli var dýrari heldur en áskrift á partus.is/ein pæling. Þannig að farið inn á, gerist áskrifendur, takk aðeinslega fyrir að hlusta. Alvörubón, Pólsen, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsi.is og Happy Hydrate eru samstarfsaðilar mínir. Verslið við þessi fyrirtæki ekki alltaf sammála mér, sem líka bara gott. Það málfrelsi í landinu enn sem komið sjáum til hvað Ingólfur Gíslason gerir í því. En fleira var það ekki í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta, njóti helgarinnar og þangað til næst.